er búið að setja upptökuna af stað. Þá ætla ég bara að bjóða ykkur velkomin á fundinn. Tilefni þessa fundar er að fara yfir sóknaráætlunina fyrir Austurland og svona fara svolítið ofan í hana og útskýra innihaldið í henni og svona hvernig hún getur nýst og eins á hvaða stað við erum með ferli núna. Þið vitið af því að það var náttúrulega farið hérna í heilmikla vinnu við að gera nýja sóknaráætlun og síðan þá er búin að vera ýmis yfirferð sem að þær fara nánar ofan í Tynja og Signý. Þannig að ég ætla bara að gefa ykkur orðið. Signý, ætlaðir þú ekki vera á undan? Jú, takk. Já, takk fyrir að mæta og bjóða okkur að koma og presentera sóknaráætlun. En eins og þið þekkið eflaust þá er samningur sóknaráætlun á milli ríkisins og SSA og þessi vinna sjálfra áætlunina byggir að sjálfsögðu á samningnum. Og hann gildir frá 20 til 24 og áætlunin líka. Og það hann byggir semst á samningnum sjálfum. Vinnan var unnin síðastlið haust og samþykkt svona þegar að leið á haustið í lok október að mig minnir. Og þannig að hún er búin að vera í gild, sóknaráætlunin sjálf er búin að vera í gild í 1 ár og við förum aðeins betur yfir það í framhaldi til námátt fara á næstu síðu. Eða þar næstu, 4. held ég. Já, hérna. En sóknaráætlun Austurlands, markmið samningsins, hún byggir á markmiði samningsins að stuðla að jákvæðri samfélags- og byggðaþróun í takt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun, treysta stoðir menningar og auka samkeppnishæfni landshlutans og landsins alls. Þetta er svona grunnurinn af innihaldinu í þessari áætlun okkar og Austurbrú ásamt Capacent var falið að vinna þessa áætlun og þið tóku nú mörg ykkar þátt í þessari vinnu þannig að þið munið eftir því að Héðinn Innstöðsson stýrði þessu af Capacent og þau voru með í ferlinu allan tíman. Við hófum vinnuna samt undirbúning vorið 2019 og það voru haldnir opnir fundir víða fjórðunginn þar sem að bara var auglýst og allir gátu komið og tekið þátt en þar að auki var lokaður fundur með samráðshópnum og það er alltaf mikilvægt að þið áttu ykkur á hlutverki samráðshópsins en hann er samanstendur af fólki sem kemur sem breiðast að, það kemur úr sveitarstjórnum, stofnunum, atvinnulífi, menningarlífi, fræðasamfélags og aðrir sem hafa hagsmuna að gæta í landshlutanum. Og þessi hópur er skipaður út tímabilið og hefur heilmikið hlutverk inn í uppfærslu og þróun á sjálfri áætlunina því það er gert ráð fyrir að taka hann upp árlega. Og það er til dæmis, eins og kemur þarna fram í glærunni að gert ráð fyrir að hún sé tekin upp árlega og við erum þegar búin að taka vinnu með samráðshópnum á þessu hausti. En lykilhugtök og áherslur í sjálfri stefnunni eru samfélag, menningarmál, umhverfismál og atvinnumál. Og þá velti ykkur kannski fyrir ykkur af hverju það en það byggir að miklu leyti á fyrri áætlun, það hafa verið gerðar 2 áætlanir áður. Það byggir á því hvað samtali sem varð bæði við stýrihópinn og aðra landshluta áherslur og nýtt inn í þessar áætlun umhverfismál. Það var heilmikil umræða fyrir í við aðdraganda samningsins og inn í stýrihópnum sjálfum sem baklandið frá ráðuneytis eða frá ríkinu var sitja fulltrúar úr umhverfisráðuneytinu en það hefur samt ekki komið neitt sérstakt fjármagn inn frá því ráðuneyti inn í samninginn. Ég ætla ekkert að fara yfir það hvaða þið getið lesið það bara þegar þið komið haldið áfram hvað undir þarna en þetta auðvitað þau hugtök og þær áherslur sem komu í kjölfarið á vinnunni í þessum stóru hópavinnum sem voru. Þannig að það svona helst áherslan. Nú
eins og fram kemur í samningnum sjálfum þá er gert ráð fyrir að heimsmarkmiðin tengist í sóknaráætlun og það eru fleiri og fleiri aðilar að taka heimsmarkmiðin inn, jafnt fyrirtæki sem sveitarfélög sem ríkið og við erum farin að sjá þau markmið sem leiðarljós í gegnum mjög margar stefnur og vinnu og heimsmarkmiðin eru eins og þarna kemur fram 17 en greinast í undirmarkmið sem eru 169 og hún var höfð til við sem hliðsjónar. Þegar við vorum að undirbúa þessa vinnu þá tókum við tinna og unnum með heimsmarkmiðin og völdum þessar 5 áherslur og þær voru síðan samþykktar af stjórn SSA. En það er svona svolítið áhersla lögð á það að við séum ekki að taka öll 17 markmiðin af því þá verður þetta ekki fuglinn fiskur, það verður ekki framkvæmanlegt heldur að við veljum einhver markmið og síðan undir markmið þeirra. Og ef þið horfið á það að við erum með yfirmarkmið sem heitir ekki tungur þá hugsaðu kannski býtu það ánu lítið við Austurland. En ef þið lesið textan í undir markmiði 2.4 þá er hann farin að eiga talsvert vel við. Og textinn sem kemur svo undir sem er svartletraður, hann er svo samin eða raun og veru okkar texti út frá þessum og í þessum þáttum byggir svo önnur vinna ekki bara sóknaráætlunin sjálf heldur líka áherslur í uppbyggingarsjóði og slíkt. En við erum með menntun fyrir alla og góða atvinnu og hagvöxtur, góða, býtum nú að segja það tvisvar og af því það er sitt hvort markmiðið, það er semst 8.4 og 8.9 og svo sjálfbærar borgir og samfélög sem er 11. markmiðið. Þetta var svona til skýringar á því af hverju við erum að taka heimsmarkmiðin inn. Og ef þið kíkið inn á heimasíðu heimsmarkmiðana þá kemur mér að segja fram að þau undir markmiðin eru mörg og þau geta jafnvel skipst líka niður. Þannig að þetta er svona svolítið að setja sig inn í. En markmið sóknaráætlunar byggir á framtíðarsýn og stöðu landshlutans. Metnaðarmál er að markmiðin séu skýr, raunhæf og mælanleg. Og þetta er svolítið grundvallaratriði en gerir okkur samt sem áður pínlítið erfitt fyrir að því að við erum oft ekki kannski komin alveg þangað að vera tilbúin til þess að vera með mælanleg markmið og það er svona kannski tiltölulega nýtt í ýmsi áætlunargerð en það eru skýrar kröfur það að frá bara að við séum með þetta helst tölulegar og allavega áþreifanlegar þannig að það hefur verið heilmikil áskorun í þessari vinnu og Tinna kemur inn á það eftir að bara þegar breyttust markmiðin talsvert og mælikvarðarnir við endurskoðun núna í haust frá upprunalega áætluninni. En mælingin er tæki til að kanna hvort landshlutinn er að ná markmiðum sínum, framkvæma stefnuna og ná og nálgast framtíðarsýnina sem er náttúrulega metnaðarfull í þessari áætlun. Framtíðarsýnin, hún er þarna, kemur á blaðsíðu 10 í glærunum og er inn í áætluninni sjálfri að sjálfsögðu. Hún var unnin þannig og stýrt af Capacent á sínum tíma og það var bara samráðshópurinn sem vann það og hún tekur ekki breytingum á samningstímanum. Hún stendur alveg fast allan tíman og það var þannig að það voru hópar, þeir sem ekki voru þarna, 3 til 4 setti saman og þeir áttu að skrifa blaðagrein sem sæist það að lýsa framtíð Austurlands 2030. Og þetta var bara ótrúlega áhugavert og leið alveg svakalega auðvelt fyrir okkur að taka þetta saman út frá blaðagreinunum af því að þessi hópur var bara mjög sammála. Og þetta var bara kannski svolítið augljóst þegar maður lítur á það en á Austurlandi fjölgar íbúum jafnt og þétt og ungt fólk flytur austur. Á Austurlandi kraftmikið íþróttalíf, menningarþátttaka mikil og listin skapar bæði tómstundatækifæri og starfsvettvangur listamenn. Mikil metnaður einkennir atvinnulíf á Austurlandi. Á Austurlandi er stefnt að sjálfbærni á sem flestum sviðum. Háskóli starfar á Austurlandi og Austurlandi tengja göngstaði. Þannig að þetta er nú svona
aðal innihaldið í þessu og síðan langar mig aðeins að segja ykkur áherslur og hvatning. Þetta tekið upp líka úr vinnunni sem var unnin og og að miklu leyti byggi þessi texti á, eða úthlutunarreglunum uppbyggingarsjóðs á þessum texta og eru svona náðu ekki inn í mælikvarðana sjálfa en eru hvatning til íbúa og stofnana, fyrirtækja og sveitarfélaga að huga að þessum þáttum og svolítið mikilvægt, ég ætla nú ekki að fara að lesa þetta allt upp af því við höfum ekki mikinn tíma, þið skoðið það bara ef þið þekkið ekki þegar. Og síðan fórum við það að hafa með inn í stefnunni, það hvaða stefnur sveitarfélög á Austurlandi eiga eða eru með í vinnslu eða hafa ekki. Og þetta auðvitað í svona takt við það sem hefur að gerast í seinni tíð að við viljum gjarnan að ein stefna byggi á annarri stefnu og eitt af því sem til dæmis lagt áherslu á það að sóknaráætlun og sóknaráætlun sjálf, hún byggi á byggðastefnunni. Og ég náttúrulega alltaf pínlítið gagnrýnin eins og mörg eitthvað vita að mér finnst það sérkennilegt þegar áhersla í sóknaráætlun eru menningarmál en það varla í núverandi gildandi byggðaáætlun menningin varla til. En það svo önnur saga. En þetta eins og þetta lítur út núna þetta nýuppfært eftir einn okkar starfsmanni hafði samband og fór yfir það en við þekkjum líka að það náttúrulega breytt umhverfið, það komið stórt sveitafélag þannig en við héldum gömlu heitunum og þið látið endilega vita ef það eitthvað sem ekki rétt þarna. En þetta var allavega gert á okkar bestu getu. Ég ekki að standa mig vel í tímasetningu, Tinna? Jú, ég held þú sért að setja bara persónulegt met, sko. Ég reyndi að ekki eiginlegt. Tinna ætlar að taka við núna og fara yfir þær breytingar sem hafa orðið frá og fleiri þætti, kynningar áætlun og annað. Viltu hleypa spurningur núna, Jóna, eða það ekki bara í lokin? Við tökum það bara í lokin, held ég. Þannig að ég held sér langbest að Tinna bara taki við og renni yfir rest og svo tökum við umræður og spurningar í lokin. Ok. Þá held ég bara áfram þar sem frá var horfið. Við erum sem sagt eins og Signý sagði nýlega búnar að fara með samráðsvettvanginum í gegnum endurskoðun á áætluninni og ég ætlaði svona aðeins að fara í gegnum þetta með ykkur. Nú veit ég ekki hversu vel þið þekkið fyrstu útgáfuna af áætluninni þannig að við reynum að vera kannski svona frekar nákvæmari en hitt í þessari framsetningu á sóknaráætlunni í þessum gögnum og það náttúrulega líka kannski svona það sem kannski fyrst og fremst vakti fyrir okkur núna í þessari endurskoðun var að gera þessa áætlun að verkfæri sem í raun og veru hægt væri að nota við stefnumótun, áætlunargerð og ýmsa úrvinnslu á svæðinu en við náttúrulega erum í raun og veru bara með þessa 4 flokka, samfélagið, menninguna, atvinnu og umhverfið og það gefur auðvitað auga leið að við getum aldrei sett okkur markmið allt innan hvers flokks þannig að í raun og veru var valið á þessum markmiðum, það byggir í raun og veru ennþá á þeirri vinnu sem unnin var í fyrra af íbúum og samráðsvettvangi en var eðlilega endurskoða töluvert núna bæði hvað varðar mælanleikan á þeim og hversu auðvelt væri að mæla þau en eins og ég sýni ykkur eftir þá var töluvert breytingar í sérstaklega umhverfishlutanum. Hér bara texti sem segir í raun og veru frá því hvað við vorum að gera núna í haust og það var mjög góð mæting á fundin þar sem við fengum alla saman á Teams og síðan voru 4 vinnufundir þar sem við vorum 3 vinnufundir hvern málaflokk þar sem við hittum þá sem gátum mætt þar sem við fórum yfir í raun og veru stöðugreininguna sem SWOT-greining sem við þurfum að gera í hverju málaflokki áður en við getum sett okkur markmiðin og það kom í raun og veru bara í ljós þarna í þessari umferð að við þurftum töluvert mikið að laga orðalagið okkar í SWOT-greiningunni
það var svolítið svona ómarkvisst, ekki nógu hnitmið og annað, þannig að nú erum við búin að einfalda þetta og reyna að setja þetta meira fram bara sem staðreyndir eða bara svona kalt mat eins og samráðshópurinn sér það og vonandi er þetta bara svona til bóta og gerir þetta allt saman kannski svona skiljanlegra því að þau bentu líka á það svolítið varðandi alla málaflokkana að stöðugreiningin og markmiðin voru ekki alltaf að tala saman og það er eitthvað sem að við erum svona að reyna að bæta en þetta er náttúrulega bara fyrsta endurskoðun og líklega svo ítarlegasta þannig að en það verður þetta alltaf einhverja breytingar. Fyrsti málaflokkurinn er samfélagið og þetta er í raun og veru flokkur þar sem er ekki sett eiginleg markmið þannig séð. Þarna eru valdir í raun og veru nokkrir svona mælanlegir vísar sem að við ætlum að uppfæra eftir því sem að við á árlega annað hvert ár eða stundum bara 3 á gildistímanum og þessir mælikvarðar í raun og veru geta nýst sem mjög gott verkfæri til dæmis sem mikið leita til okkar bara frá stofnunum og fyrirtækjum á svæðinu varðandi ýmislegt talnaefni og þetta eru akkurat þeir vísar og nú erum við að setja upp nýja heimasíðu og það stendur til að á henni verði mælaborð sem er svona kannski hagtölur Austurlands ef við viljum kalla það þannig að þar verði í raun og veru bara aðgengilegt og þægilegt verkfæri til að leita sem að ýmsum svona tölum hvað varðar Austurland. Þannig að í þessum texta sem er núna á skjánum þá er þetta bara svona samantektin á stöðu landshlutans og byggir á þessum vísum sem við erum með varðandi íbúaþróun og annað og ég ger nú ráð fyrir því að þið fáið þennan pakka á eftir og getið kynnt ykkur hann betur og ef það er eitthvað þá þetta bara hafa samband og við reynum að svara því. En fyrst skulum við aðeins kíkja á stöðugreininguna. Þarna erum við búin að setja þetta þannig fram að styrkleikarnir og tækifærin eru hér á þessari blaðsíðu og vinstra megin sjáið þetta svona eins og þetta var og svo er tillagan að breytingunum þá þarna hægra megin og sums staðar mun eitthvað bætast við. Þannig að eins og ég sagði þá erum við kannski frekar nákvæmari en hitt í þessari framsetningu og ég held að sé kannski bara gott akkurat svona í fyrstu endurskoðuninni þegar að við erum kannski að endurvinna þetta svolítið mikið. En þið sjáið bara að þessi punktar eru orðnir allir miklu styttri, þeir eru hnitmiðaðri þó að innihaldið í raun og veru sé kannski ekki mikið breytt. Og ég ætla ekkert sérstaklega að vera fara yfir þetta. Þetta er í raun og veru bara byggt á þessu mati sem að samráðshópurinn leggur til og við reynum í raun og veru að verða svona sammála það á þessum breiða í raun og veru vettvangi hvað fer inn í þetta og hvað á ekki heima þar. Þannig að hér erum við með styrkleikana og tækifærin, svo setjum við veikleikana og áskoranirnar hér og þið sjáu að það er aðeins meira breytingar hér og það bætist við í að punktana líka. Og sums staðar þá náttúrulega auðvitað eiga sömu hlutirnir við jafnvel í veikleikum og styrkleikum eða eins og hér í veikleikum og áskoranir. Það sem að En að markmiðunum hér, þá er eins og ég sagði að þetta eru ekki svona markmið per se. Þetta er meira eitthvað sem við erum að mónitora, fylgjast með og í raun og veru er mest svona talnaefni. Þannig að við erum í raun og veru með 11 vísa þarna, þar sem við erum að skoða íbúafjöldan, við erum að skoða kynjahlutfallið, við erum að skoða aldursdreifinguna og svo flutningsjöfnuðin inn og út á svæðinu og líka innbyrðis inn á svæðinu. Við skoðum hlutfall innflytjenda og við tengjum þetta við svo margt annað sem að við erum með. Ekki bara endilega hreint talnaefni heldur byggjum við þetta líka á ýmsum bara svona greiningum og úttektum sem við erum jafnvel að vinna hér. Við ætlum að skoða tekjur og fylgjast með þeim næstu 4-5 árin. Síðan eigum við mælingar átthagaást og við settum þetta inn að því að það er svona ýmislegt sem bendir til þess að ef við náum að rækta svona sterk tengsl og átthagaást hjá ungu fólki þá er það bara mjög líklega til að snúa aftur ef það fer í burtu og mentar sig. Við ætlum að skoða menningarupplifun, menntunarstigið og það er nú kannski svona pínu trikki því að Hagstofan hefur hingað til bara verið að mæla þá 10 ára fresti og næsta mæling er held ég 2021 eða 2 en við reynum samt að gera það. Svo er það atvinnuþátttakan og svo erum við inni líka með lýðheilsuvísa. Þannig að sjá að þetta er allt saman svona
mælieiningar sem tilheyra í raun og veru samfélaginu en ekki eiginlega markmið. Og á næstu glærum, sem að ég ætla ekki að staldra allt og mikið við því að mér er sagt ég eigi bara að tala 20 mínútur og ég fer gjarnan að tala allt og hratt, þannig ég ætla bara svona að fara á hundavaði í gegnum þær, en þetta er framsetningin sem við munum nota þá bara næstu árin og þetta verður vonandi í gagnvirku mælaborði, þannig eins og þið sjáu hér íbúatölurnar, þá munum við líka hafa þá fítusa inni að þú getur valið að sjá þetta eftir sveitarfélögum eða eftir þéttbýliskjörnum. Þannig að vonandi verður það bara svona aðgengilegt og þægilegt verkfæri og þannig er bara svona einn háttur sem við getum nota sóknaráætlun og hún er þetta monitortæki meðal annars. Þannig og við munum setja fram hérna með kynjahlutfallið, aldurssamsetninguna og af hverju erum við að skoða það? Jú, það er auðvitað bara töluvert mikilvægt að við höldum í unga fólkið og líka þessar sem framleiða börnin, þannig við viljum gjarnan að mannfjölda píramídarnir okkar séu frekar píramídalaga og þannig að við erum að skoða þetta meðal annars. Við skoðum flutningsjöfnuðinn inn og út af svæðinu og það verður bara gaman að sjá þeirra bætast alltaf við, fleiri og fleiri, þannig að þá fyrir við að sjá svona ákveðið trend, hvar er að fjölga, hvar er að hækka, hvernig í raun og veru og við vitum náttúrulega svolítið bara út frá þessu að samþjöppun er að verða svolítið svona á miðsvæðinu, Fljótsdalshéraði og Reyðarfirði og þannig að þetta er gagnlegt fyrir okkur öll sem við erum í raun og veru að vinna svona í samfélagsmálum og kannski að stefnumótun og gera einhver áætlanir. Svo er hlutfallið af erlendum og íslensku ríkisborgurum, er alveg fullkomið dæmi hvernig við erum að ljúga með tölfræði, þurfum aðeins að kíkja á þessa. Þið sjáu að kvarðinn byrjar í 82%, þannig að þetta virkar mjög dramatískt, en já, þetta er ekki alveg svona dramatískt en þeim er vissilega fjölgað mjög mikið. Og svo erum við með tekjurnar, ég held að við höfum ekki áður verið að mæla þær inn í sóknaráætlun, en þetta er bara líka gagnlegt tæki fyrir okkur að fylgjast með bara hvernig tekjurnar eru að þróast. Þetta eru meðaltekjur á Austurlandi, samanborið við landsmeðaltalið og á mælaborðsíðun okkar þá munum við líka búta þetta niður þannig að hægt að skoða þetta eftir kynjum. Það er oft erfitt reyndar að fá gögn eftir atvinnugreinum en við reynum að standa okkur. Við erum þetta mjög metnaðarfullt með þetta. Og getum við líka verið að fylgjast með hvernig þróunin er út frá ákveðnum svona núllpunktum. Hvar í raun og veru eru tekjurnar að hækka eða lækka því að stundum er kannski svolítið dramatískt að horfa á bara súluritin. En ef við skoðum það í hlutfallslegum samanburði þá lítur ofta aðeins öðruvísi út. Við erum að skoða þetta með menningarviðburð og hér erum við að nota mælingar sem er verið að gera í sjálfbærniverkefninu og styðjumst í raun og veru við þá úttekt sem er þar með ánægju með úrval menningarviðburð á Austurlandi. Svo eigum við mælingarnar átthagaástina og við höfum komist að því að þar sem í raun og veru er svona stærri menningarhátíður og annað, þar er í raun og veru fólk kannski að taka meiri þátt eðlilega og hefur líka kannski svona jákvæðari viðhorf gagnvart menningu og þetta ætlum við að skoða einu sinni viðbót á gildistímanum. Á þessu ári hefur verið náttúrulega mjög bara verðugt að fylgjast með atvinnuleysistölum og þetta ratar inn í við máttlega verið undir landsmeðaltalinu en við munum samt halda þessu áfram. Samsetningu atvinnulausra og svo bættum við þessu við með lýðheilsuvísana. Og við höfum í raun og veru þeir eru miklu fleiri en við pikkuðum bara út þá sem að Austurland sker sig marktækt frá landinu öllu. Þannig að ef að þetta eru þá upphafsmælingarnar okkar þá eru þetta vísarnir sem við munum fylgjast með áfram næstu ár og svo líka ef það kom einhver aðrir inn sem að líka verða svona, ákveðin frávik í að þá bætum við þeim bara við. Þannig að þetta er svona kannski líka eini velferðarvísirinn okkar. Svo þegar við komum að málaflokkunum, atvinnu og menningu og umhverfi, þar við eiginleg markmið sem að í raun og veru við erum að setja fram í raun og veru eitthvað sem við viljum gjarnan sjá gerist fyrir landshlutann og við getum haft áhrif á. Það er svolítið erfitt eins og í samfélagsmarkmiðunum. Þetta er kannski ekki mikið sem við erum að hafa bein svona snögg áhrif á. En þessi markmið snúast svona meira það að við gætum í raun og veru kannski haft áhrif og þessi markmið eru kannski sett líka oft fram með það leiðarljósi að það ætti að vera auðvelt að nota þessum verkfæri í að þegar við erum að undirbyggja stefnur eða áætlanir
varðandi hitt og þetta að kannski líta til þeirra og kannski hefur við eitthvað gögn þar, kannski getum við verið í samhljómi og þannig í raun og veru eru þetta svona markmið sem við erum gjarnan að sjá að taka einhverjum breytingum á gildistíma áætlanirnar. Fyrst var náttúrulega framkvæmd stöðugreiningin og það voru ekki miklar breytingar í atvinnuflokknum. Eins og við sjáum það var þetta eiginlega bara fyrst og fremst orðalagsbreytingar sem verið að laga til hér. Og sama við með veikleikana og áskoranirnar. Þannig að við erum í raun og veru ekki breyta miklu hér eða við samráðshópurinn. Og þannig að markmiðin hafa ekki tekið miklum breytingum og ef ég aðeins útskýri hvað það sem þið eru að horfa á, þá það dálkurinn sem við byrjum á til vinstri. Þetta eru markmiðin eins og þau voru sett fram í upphafi, síðan kemur tillaga að breytingu og í þessum flokki þetta kannski fyrst og fremst orðalagsbreytingar. Þannig að þetta eru bara markmið sem við höldum okkur þá við. Við erum að hugsa það að í raun og veru reyna að fjölga greinum sem hægt að stunda í fjarnámi frá Austurlandi háskólastigi og við höfum verið í raun og veru eigumælingu, upphafsmælingu þarna, þannig að við höfum hugsað okkur að mæla þetta bara árlega. Það auðvelt í raun og veru að fylgjast með þessu af því að við höfum verið að halda utan fjarnám og fjarnema innan Austurbrúar, þannig að það kannski svona hæg heimatökin fyrir okkur að monitora þetta. Og sama á við með iðngreinarnar, við gjarnan sjá þeim fjölga og við ætlum að mæla það núna í upphafi og svo í lokin. Eitt markmið okkar líka viljum gjarnan sjá fleiri styrkveitingar úr rannísjóðunum á Austurland og sjáum það í upphaflega markmiðinu þá var sérstaklega litið bara til tækniþróunarsjóðs en við erum sammála á því núna í endurskoðuninni að bara skoða þessa stærri sjóði alla og sjá hvað að fara á Austurland. Og svo erum náttúrulega með metnaðarfullt markmið varðandi framkvæmdasjóð ferðamannastaða að það sé 15% styrkina að fara til Austurlands og viljum gjarnan halda áfram líka í tengslum við, nú talar 5. markmið til dæmis beint við áfangastaðinn Austurland sem að framkvæmir mælingar reglulega á viðhorfum íbúa til ferðamanna, þannig að þetta hangir í raun og veru bara með þeirri áætlun og vonandi í raun og veru bara fjölgar svo eftir því sem að við kannski endurskoðum markmiði sem hanga með þeim eitt öðrum svona áætlunum. Þannig að síðan það kortlagning á störfum án staðsetningar og þetta eitthvað sem við ætlum að gera á næsta ári. Það búið að henda út eins og við sjáum markmiðinu fýsileika könnun og handverk sláturhúsi. Þegar við hittumst núna í haust þá vorum við pínu hissa af hverju þetta þarna inni, þannig að þetta hefur greinilega verið eitthvað sem var trending akkurat þegar við gerðum áætlunina fyrst en var ákveðið að fella út núna. Og svo í málaflokki menningar þá í raun og veru bara sama vinnulag viðhaft, stöðugreiningin og það sama á við varðandi hana. Það voru ekki miklar breytingar á stöðugreiningunni, aðrar heldur en að gera hana bara hnitmiðaðri, að við tökum bara hnitmiðaðan hátt saman, hverjir eru styrkleikar okkar í menningu, tækifærin og við bætum við í raun og veru, kannski vorum að sjá bara fleiri tækifæri Það sem að bættist sérstaklega við, það var umræða mikil núna söfn, menningararf og menningarminjar sem að höfðu ekki komið inn í fyrstu gerð, þannig að það allan að rataði inn núna. Og sama á við hvað var það veikleikarnir og ógnunirnar. Við sjáum að þetta orðið kannski svona munnhitmiðra heldur en það var. Varðandi markmið menningar, það bættist við eitt. Það var að við ætlum að fara að mæla safnaþátttöku og gera það í gegnum viðurkenndu söfnin á Austurlandi og af því að við þurfum alltaf að hafa allt svo svakalega mælanlegt þá ætlum við bara að telja gesti. Mjög hugmyndaríkt en það kannski segir okkur eitthvað þegar við förum að monitora það nokkur ári í röð. En þessi markmið ganga svolítið út á það að öll sveitarfélög á Austurlandi bjóði ungu fólki upp á skapandi sumarstarf og þetta náttúrulega hlut til bara í gangi. Og svo erum við náttúrulega mjög stolt af að BRAS og erum aðeins að mæla þáttökuna í því.
Og þið sjáu þannig styrkveitingar og nýsköpunarsjóði námsmanna að nú það bara farið inn í markmið atvinnu. Við ætlum bara að fylgjast með öllum þessum stærri rannisjóðum þar. Þannig að það þarf ekki að vera eitthvað sérstakt markmið hvað varðar hann. Síðan eru aðgerðamarkmiðin og ég kannski aðeins einmitt útskýri munina á þessum mælanlegu markmiðum og aðgerðamarkmiðum að þessi mælanlegu markmið eru markmið sem við getum eiginlega farið bara strax í að mæla. Það til annarkvort nóg af gögnum eða bara mælikvarðinn það aðgengilegur. Það sem að fellur undir aðgerðamarkmið að það oft aðeins meiri vinna að sækja mælikvarðana varðandi þau. Þannig að og það var aðeins breytingar á markmiðum okkar fyrir í raun og veru aðgerðamarkmiðin. Við héldum áfram inni bæjarlistamanninum og leggjum áherslu á að allir skólar á Austurlandi hafi móttökuáætlun fyrir erlenda ríkisborgara og síðan viljum við vera aðeins skýrari á markmiðunum hvað varðar þátttöku ungmenna í tónlistarnámi og íþróttastarfi að við viljum auðvitað sjá þetta hlutfall aukast, við ætluðum ekki bara að fylgjast með því. Og svo bættist við markmið ekki bara safnaþátttöku heldur líka fjölda viðurkennda safna. Og þessi málaflokkur umhverfið, hann náttúrulega bættist við í þessari nýjustu áætlun og það má eiginlega segja það að það voru töluvert miklar breytingar þannig séð á bæði stöðugreiningunni og markmiðunum hér. Þannig að það var í raun og veru mikil bara umræða hvernig við ættum að orða hitt og þetta og þannig að ég ætla svo sem ekkert endilega að fara að lesa þetta upp fyrir ykkur en það sem svona helst var verið að spá í að við varum að tala frekar landslag heldur en náttúru og að við færum líka aðeins að líta til þess aðgengi að víðernum og stærð friðlýstra svæða. Það var mikill fókus á skógrækt að það væri verið að bæta í raun og veru öðru við til að mótvægis við það. Að tala líka uppgræðslu, tala líka kolefnisbindingu. Og þetta náttúrulega talar auðvitað við fullt af þeim svona stefnum og markmiðum sem bara að ekki bara sveitarfélög heldur líka fyrirtæki og stofnanir að setja sér í dag í þessum málaflokki. Og þannig að þau hefðu alveg töluvert miklar skoðanir á þessu. Þannig að markmiðin breyttust svolítið. Við ætlum að halda áfram að fylgjast með því hvort að vistvænum bifreiðum fari ekki að fjölga hér en að móti koma við ættum kannski að mónitora það líka hvort þetta sé að bætast bara við sem annar bíllinn. Það eru heimsmarkmiðin halda sér áfram inn. Við skýrðum núna út mun betur hvað við eigum við með skógarþekju. Ég veit til þess að þetta markmið í sóknaröflu sumra annarra landshlutana svona eins og það var hjá okkur en við erum búin að skýra það út núna nákvæmlega hvað við átt og við fengum í raun og veru bara mjög gott svona minnisblað bæði frá skógræktinni varðandi þennan punkt og svo friðlýstu svæðin frá náttúrustofunni sem markmið sem var þá að bætast við núna að stærð landsfriðlýstra svæða það aukist á þessu tímabili sem að þessi sóknaráætlun gildir. Aðgerðamarkmiðin, þar ætlum við að reyna að fylgjast með magni úrgangs og það ein breytingin, við erum ekki að tala bara sorp, heldur úrgang. Þau vildu gjarnan setja inn markmið grænt bókhald, matvælastefnu, það er mikið búið að vera vinna með í raun og veru eins og Matarauð Austurlands og þannig að það kannski eðlilegt að það fari að setja sér matvælastefnu fyrir Austurland. Og svo það umhverfis- og loftslagsstefna sem að einhverjir eru nú þegar að vinna og að kortleggja og skilgreina betur víðerni Austurlands því að það náttúrulega ákveðin auðlind í því. Þannig að og eins og þið sjáu þá erum við að gefa okkur bara góðan tíma í að mæla sumt af þessu því að eins og ég sagði áðan þá mælanlegu markmiðin þau sem við getum bara svolítið mælt bara nánast í dag en aðgerðamarkmiðin sem þurfum undirbúa betur mælingarnar á og finna út í raun og veru hvernig best að gera þetta og á þann hátt að þetta nýtist okkur. Hverju þetta í raun og veru að skila okkur? Viljum við, mæla þetta svona eða hins einn? Þannig að
og vonandi verða í lok gildistímans flest þessi aðgerðamarkmið bara komin upp í mælanleg markmið og við séum bara með hérna mjög flotta mælikvarða á þessu sem við bara setjum inn í mælaborðið okkar og við getum bara fylgst almennilega með þessu. Já, þá er ég búin að þessu kynningaplanið. Það náttúrulega, eins og þið vitið, var plága og hérna það hefur raskast aðeins. Það sem að við ætluðum okkur varðandi kynningarmál á sóknaráætluninni, ætluðum að vera í raun og veru búin að framkvæma þessa kynningu fyrir ykkur sem við erum á akkurat núna. En við höfum staðið við ýmislegt annað samt. Við erum búin að kalla saman samráðshópinn og endurskoða áætlunina og þið sjáið að hérna erum við líka með áætlun það að reyna að miðla þessu aðeins betur. Sko, þegar við erum til dæmis búin að taka saman mælingar og hérna varðandi markmiðin og annað að miðla þessum niðurstöðum. Þannig að sóknaráætlunin verði svona sýnilegri og meira í raun og veru kannski eins og við myndum kalla bara verkfæri til þess að skoða stöðu landshlutans og setja okkur þá næstu markmið. Og hérna og við sjáum að uppbyggingarsjóðurinn er hluti líka af þessu kynningaplani og hérna það er náttúrulega úthlutað úr honum árlega og hann náttúrulega er beintengdur við sóknaráætlun á þann hátt meðal annars að umsækjendurnir þurfa bara að gera grein fyrir hvernig verkefnið er að tengjast sóknaráætlun. Þannig að kannski í raun og veru er hún eins og mest svona lifandi verkfærið hvað varðar hérna verkefnið sem er í gangi við uppbyggingarsjóði og það er bara góð byrjun. Þannig að við munum þá hérna vonandi ná að vekja svolítið meiri athygli á þessum verkefnum sem er verið að styrkja úr uppbyggingarsjóði og hérna eru mörg alveg svakalega flott og hérna gera margt gott hérna á svæðinu. Ég held að ég sé líka að setja bara persónulegt metvarandi að tala ekki allt og hratt en samt á tíma, 25 mínútur, þannig að... Læsilegt. Takk fyrir þetta. Ég ætlaði bara að byrja á því að segja sko sóknaráætlunin alltaf kemur og umfjöllunin inn í hana kemur alltaf úr samfélaginu, kemur upp úr fundunum eins og það minntust á áðan, Tinna og Signý og kemur upp úr svo þessari rýni núna í samráðsvettvangum og þetta voru þegar við skipuðum samráðsvettvanginn þá minnum ég að þetta hafi verið 55 manns, passa það ekki, Signý? 50-60 manns sem var skipað, eða sem voru boðið að taka þátt í samráðsvettvangnum, mjög vítt og breytt úr samfélaginu. Þannig að þetta á að vera eins mikið samfélagsplagg og hægt það er tilgangurinn með þessu. En mig langar að bjóða upp á ef einhverju vilja spyrja. Já, ég vil geta að spyrja. Já, byrja samt á að þakka Tinnu og Signíðu fyrir alveg frábæra kynningu og með þetta verkefni, þessi greining alveg bara meiri átt og flott og hjálpar okkur í stefnumótunum handalega öllum Austfirðingum og ég segi bara bravo. Spurningin var aftur á móti svo að ég satt nýverið fund þar sem að var fulltrúi frá Mannvirkjastofnun á. Það var verið að fjalla nýbyggingar á íbúðarhúsnæði og hann tók fram að Austurland skæri sig algjörlega úr öllum öðrum landshlutum fyrir það að hér var ekki verið að gera nokkuð skapaðan hlut. Ég velti fyrir mig bara hvort að hérna bygging á nýjum íbúðarhúsnæði, hvort að það ekki vísir sem ætti heima í greiningarvinnu, sem gæfi verðmætar upplýsingar með þessu. Tinna, hefur þetta komið eitthvað til tals í umfjöllunum vísana, samfélagsvísana? Nei, bara aldrei og ég var bara að skrifa þetta niður núna. Þetta hefur hérna bara aldrei, svo ég viti, ratað inn í hérna umræðuna. Þetta er bara mjög góð ábending, Helgi, Já. og að því ég satt þennan sama fund og þú, að
þá það alveg rétt. Það er ekki margar nýbyggingar í gangi akkurat núna. Þær eru nokkrar, en þær eru ekki mjög margar. Já, þær eru aðalega hér upp í Fljótsdal. Og Borgarfjörður Eystri, eða ekki? Borgarfjörður Eystri. Byggjum. En sko, það eru margir vísar sem að við myndum vilja taka við Tinna inn ef að við varum að taka það sem okkur langar að taka inn. En það er lögð mikil áhersla á þetta rati inn sem að samráðshópurinn er að vinna með og kom upp úr upprunalegu vinnunni. En Tinna skráir þetta hjá sér. Glæsilegt. Einar búinn að rétta upp hönd, gjörðu svo vel, Einar. Já, takk fyrir það. Ég vil taka undir með Helga og þakka fyrir frábæra kynningu. Þetta var góð yfirferð og snaggaraleg og alltaf áætlun sem er mjög til sóma. Einnig vil ég taka undir með Helga þessi ábendingu, og ég segi sama, maður var svona hálf sjokkeraður þegar þeir tilkynntu það að við varum inn í landshlutinn sem væri á þessum stað sem Helgi lýsti. Það er eitt í viðbót sem að ég bara eiginlega saknaði, það var af því að það var nú líka kom fram á allt öðrum fundi. Það var varðandi fjölda hleðslustöðva, því að nú erum við með markmiðið að fjölga vistvænum bifreiðum eða ökutækjum. Og þá tengist það auðvitað því hvernig gengur að byggja upp hleðslustöðvar, og það sem kom fram þarna var það einmitt að svona umsóknir í sjóðum að koma þeim upp var hvað, já, ég veit alltaf ekki fullir að það hafi verið minnst frá okkur, en það var allavega áberandi lítið frá okkur í þennan sjóð, var okkur tjáð af einum stjórnarmanni í sjóðunum. Þannig ég er svona veltaði fyrir mér hvort að við getum sett það undir þetta líka, þar sem við erum að tala um fjölgunina, sem þá líka sett aðgangur að þessu. Gott. Fleiri? Endilega nýta tækifærið og spyrja þær Signý og Tinnu. Það er eitt sem er í þessu umhverfi og þær komu inn á að svona virkasta, hluti af leiðunum sem að þetta kemst í virkni, það að segja grunnurinn að aðgerðamarkmiðunum og mælanlegum markmiðunum og í rauninni stefninu sem er inn í áætluninni sjálfri í gegnum uppbyggingarsjóð. Þar þurfa menn í þeim verkefnum sem menn fara af stað með að tengja sig við áætlunina. Það sama þarf að gera í tengslum við áhersluverkefni og til dæmis í ýmsum verkefnum sem við vinnum með inn í Austurbrú, þá erum við að nota sóknaráætlunina inn í verkefnin, að reyna að horfa á hana sem einhvers konar leiðarljós. Þetta er svolítið skilaboðin frá samfélaginu úr þessum vettvöngum öllum sem þar eru. Þannig að við reynum að gera okkar besta til þess að nota hana þar sem við mögulega getum og við viljum endilega hvetja til þess meðal sveitarfélagana að hafa hana við höndina og pæla hvað erum við að gera sem að nýtist inn í þetta og samhengi. Og þið eru að gera fullt sem að tengist inn í þessi mál, eins og ég veit að það er verið að vinna umhverfis- og loftslagsstefnu áætlun hjá vinna í umhverfis- og loftslagsmálum víða. Það er verið að setja nýja stefnur og það er mjög gott að reyna að tengja við sóknaráætlunina. Hún á að vera svona ákveðið leiðarljós sem allir eiga að geta nýtt sér. Bara þá önnur spurning, fyrst að mann er ekki með spurning beint út í þetta. Hvernig teljið þið að við gætum mögulega komið inn í sem besta virkni? Hvað þyrftum við að gera í viðbót? Nú erum við að taka hérna smá stuttan fund með ykkur. Þyrftum við að fara með hana inn í allar nefndir eða hvað leggið þið til? Svona byggt á ykkar reynslu þegar þið eru að taka svona mál. Hvað myndið þið telja að væri gott skref inn í svona kynningarmálin sem við gætum tekið með okkur í þessu? Ertu þá að meina hvernig sveitarfélögin eða sveitarstjórnir nýti þetta til stefnumörkunar eða komið þessu í framkvæmd? Hvernig nýti þetta inn í stefnumörkun og bara hafi þetta sem eitt af þeim plöggum sem menn eru að tengja sig við í sinni vinnu. Jón Björn er búinn að biðja orðið, gjörðu svo Jón Björn. Já, takk og takk fyrir kynningarnar. Að því að vera í kynningamálin, vandamál sóknaráætlunar, nú ætla ég að vera alveg mjög hreinskilinn. Og það er ekki að byrja núna,
þetta fyrir hinn venjulega, hvað sem íbúi eða sveitarstjórnarmann, þetta náttúrulega óskiljanlegt, sko. Og ég með ekki móðgast með neitt svoleiðis, þetta mín skoðun búin að vera frá byrjun, sko. Þetta mesta bjúrókrasía sem hefur verið búin til, hún étur sjálfan sig að hluta til og vandamál fólk til þess að upplifa þetta sem tæki sem það sannarlega á að vera og framsetning þessa máls. Þessi skoðun mín ekkert breyst, ég búin að tala þetta við Héðinn Unnsteinsson, ég búin að tala við alla þessa höfunda þessu kerfi, að fyrir venjulegt fólk þá bugast það. Ég hef lent í því að manna þetta kerfi gegnum tíðinni, gegnum SSA, það var ekki einfalt. Flestir sem kom inn í úthlutunarnefndirnar og allt þetta, þeir hrökkluðust í burtu eftir 1 ár, töluðu ekki við mig í 2 ára eftir, sögðu ég ætti ekkert gott skilið fyrir að hafa sett á í þessa aðstöðu og þannig að þetta erfitt. Heila leikinn í kringum þetta strax í byrjun hjá ríkinu var náttúrulega meira en góð og hófi gegndi. Því að það vanhæfisreglurnar við skipan í samráðsvettvangi úthlutunarnefndirnar var meira heldur en sveitarstjórnarlögin gerðu ráð fyrir, jafnvel á tímabili, það var eitthvað breyst og eitthvað svona þróast. En vandamál okkar verður alltaf að gera þetta þannig að fólk upplifi þetta sem einhver tækin, ekki bara einhverja eitt en tvistið hjá hinu opinbera, hvort sem það við eða ríkisvaldið, til þess að búa til eitthvað sem þú skilur ekki og skynjar ekki að sé tæki og þú hafir eitthvað út úr. Þannig að við verðum að finna eitthvað form á því, ég veit það ekkert einfalt, ég hef ekki lausnina á því heldur, sko. En það kannski stóra málið. Þið sjáum núna, við boðum hér til sveitarstjórnir allra 4 sveitarfélagana og við erum ekki mörg, ég sé ekki marga sveitarstjórnarfulltrúa hérna inni. 13 samtalshópurinn. Þetta 13 manna hópur í heildina sem á fundinum. Já, við boðum, hvað marga? 35. Já, þetta eitt af tíu, ég meina, þegar sóknaráætlunin ræddi á SSA þingum við áður fyrir, þá sá ég bara hvernig þeir sem ekki náðu út úr dyrnar áður en að byrjaði, það dó eitthvað í augunum. Það vandamál. Ég ekki að segja að það sé okkur að kenna eða ykkur neitt. Ég segi bara það þarf einhvern veginn að fá einhvern vinkil á þess að fá sveitarstjórnarmenn til að upplifa þetta sem einhvers konar hluta af þeirra veruleika. Það svona stór áskorun. Ég var svona vonast til að sjá fleiri hér frá mér, svo ég tala bara út frá Fjarðabyggð. Við erum hér 4 reyndar úr bæjarstjórn sem mjög gott fyrir utan svo embættismenn hérna. Þannig að það bæting frá fyrri fundum held ég. En við þurfum eitthvað svona, það verður svona, ekki að segja að það sé að mínu mati, og ég þarf ekki að hafa rétt fyrir mér, sko. En það sé kannski svona handleggurinn í því að gera þannig að þetta verði aðgengilega, eftirsóknarverðara að leggja sig fram að skilja. Ég vil nú bara setja til umræðu, ég ætla ekki að drepa stemmingunum samt, sko. Það bara mjög gott, við komumst ekki áfram með hlutina nema að við fáum þá umræðu það hvernig við getum nálgast það. Það engin akkur að því að vera búa til skúffublögg. Það bara sóun á peningum, það náttúrulega bara þannig. Og það það sem við erum að vinna með núna, hvernig komum við þessu í umferð. Mér finnst innihaldið, það að segja svona grundvallar skilaboðin, menn þessi samfélagshópur sem koma að þessu, hann hefur mikla væntingar til Austurlands. Það alveg ljóst í þessu. Og það þá spurningi hvernig komum við þessu almennilega í umferð. Signý, þú ert með upprétta hendi? Já, mér langaði bara að fylgja þessu aðeins eftir. Takk Jón Björn, þetta var akkurat það sem ég vildi heyra. Vegna þess að við höfum óneitanlega orðið vör við það einmitt á fundum SSA að það spyr enginn einna spurningar þegar að sóknaráætlun kynnt og gefur svona kannski pínlítið innblikk í það hvað áhugaleysið til staðar og kannski vöntun á skilningi, en við erum eingöngu að vinna vinnuna okkar við Tinna og höfum ákveðið hlutverk. Ég held að kynning sé lykilatriði og þess vegna settum við upp svona metnaðarfulla kynningu við Tinna sem að
og bárum hann undir ykkur sem samþyktu hann á sínum tíma. Það er hins vegar ekkert leyndarmál að slík kynning ef að væri farið að fara inn í öll sveitarfélögin og hitta nefndir og við eiginlega sko fórum við í gegnum það fyrir COVID að byrja og ég man eftir því að við ætlum bara að sleppa hafnarsjóði í Fjarðabyggð, það þyrfti að fara í allar og félagsmálanefndinni en þá var okkur bent á að það þyrfti nauðsynlega í þær báðar. Og þannig að það er tímafrekt en mér langaði líka að segja ykkur frá því að inn í samráðshópnum eru fyrirtæki, stórfyrirtæki og það var alveg nýr vinkil sem við höfum ekki hugsað á. Við höfum hugsað þetta svo tengt sveitarfélögunum að það var heila óskað eftir því að við kæmum inn í þetta fyrirtæki og kynntum sóknaráætlun af því hún myndi tala mjög mikið við þá vinnu sem þar væri verið að vinna. Og mikilvægt að bara yfirstjórn þar hefði gerð sér grein fyrir þessu verkfæri okkar. Þannig að ég held að sé bara hægt að halda áfram að vinna og þetta gildir nú held ég með fleiri áætlanir, hvað þekkja margir alla liði byggðaáætlunar sem dæmi sko. Gott mál. Einhver fleiri sem vilja leggja orð í berg? Jó, gjör svo vel. Þú ert að mute. Ég vil gera eins og aðrir að þakka fyrir góða kynningu á sóknaráætluninni. Mér finnst þetta mjög gaman að ég las nú yfir hana á þeirri fundin í gær og er svo sem vita að þessari áætlun hún var í framkvæmd en ég hef ekki kynnt mér hana mikið fyrr. Ég velti fyrir mér sko nákvæmlega sem Jón Björn Hákonarson kom inn á varðandi hvernig ætlum við að fylgja því eftir, hvernig verður fylgt eftir þeim atriðum sem settir inn í sóknaráætlun þegar við erum með fína mælikvarða hvað er að þróast og allt það en þegar við náum ekki þeim markmiðum sem settir í sóknaráætlun, hvernig á að bregðast við því? Er það sveitarfélögin og sveitarstjórnarmannanna fyrst og fremst eða hvar liggur það? Svo bara varðandi eitt þáttur sem var nefndur og það hefur verið tekin út fyrir áætlun, það var fýsileikakönnun handverks sláturhús, var aðeins fá svona betur skýringu af hverju það var tekið út úr sóknaráætluninni og maður heldur því ekki áfram inni. Hefði kannski verið góður kostur verið einhverja eða möguleiki verið einhverja bændur hér á Austurlandi að sameinast í kringum slíka hugmyndir eða allavega að þeir kanna hvort það sé fýsileiki á því að gera það. En já, það var bara fyrst og fremst þetta sem ég langaði að velta hér upp. Takk fyrir þetta, Jói. Signý, vilt þú grípa þennan bolta aðeins? Já, það er akkurat þetta með að það er fjöldinn inn í samráðshópnum sem svolítið ræður þessu hvað er tekið út og hvað er inni og það var bara tillaga þarna sem menn studdu. Það er mér ekkert mjög kært að taka þetta út og það var mjög mikil umræða á sérstaklega opnum fundunum og matvælaframleiðslu og mikilvægi matvælaframleiðslu og þetta var eitt af því sem kom frá þess vegna rataði þetta inn í fyrstu frumgerðinni en svo og kannski hefði þetta ekki dottið út ef að það hefði verið aftur farið í svona mikið samráð eins og með almenna íbúa þannig að það má líka velta fyrir sér hvort að það sé vald samráðshópsins að taka út svona vísa en það er það samkvæmt svona skilgreiningu. Ég veit ekki hvort þetta svaraði þér eitthvað. Jú, þetta var fínt, en það var kannski varðandi eftirfylgni á sóknaráætlunum. Það kannski mér langar aðeins að heyra, það er bara ókunnuleiki hjá mér, en mér langar kannski aðeins að heyra hvernig menn hafi hugsað það. Hvernig það hafi hugsað. Sko, sóknaráætlunin er alltaf sett upp, þarna verið að setja mælikvarða og einhverja væntingar ákveðina þróun. Og menn eru náttúrulega að setja þetta fram sem einhvers konar tól eða tæki því að það sem sameinist kraftarnir í því að reyna að drífa áfram þessa þróun þannig að menn nái þessum mælikvarðum. En við vitum öll að við viljum gjarnan að það sé verið að veiða loðnu en hún segist bara, lætur ekkert segjast sko, eða einhver ákveðni hluti sem að við stjórnum ekki en við vitum þá allavega hver þróunin er og hvar
Við erum að lenda undir í rauninni okkar væntingum þrátt fyrir effort. Svo getur vel verið að það komi upp, að það séu bara einhverjar þannig breytingar í samfélagsumræðinni að markmið sem manum finnst fýsilega á einhverju ákveðnu tímapunkti séu það ekki lengur og menn eru farnir í einhverjar aðrar áttir. En þetta er svolítið þetta, veist, að reyna að búa til einhvern vagn sem að svona breiðari hópur hefur aðkomu að til þess að reyna að fá fram þróun sem að er fýsileg fyrir svæðið í heild. En að því að Jón Björn minnist á framsetninguna eða sérst á þetta tól, ég er alveg sammála því. Ég í fyrri eldri sóknaráætlun þá upplifiði maður það svolítið þannig að okkur var gert að búa til mælikvarða og sóknaráætlun. Við gerðum það. En síðan allt sem við ætluðum að gera þurftum við samt sem áður að bera undir ráðuneyti byggðamála og fá það stimplað á 5 stöðum. Þannig að okkur fannst, það í aðra röndina var þá í aðra röndina svolítið verið að veita okkur tæki, það sem var að segja, ok, hérna fáið þið tæki, hérna fáið þið ákveðið umboð, gerið það sem best sem þið getið gert við það. En í hina röndinni þá voru menn alltaf að biðja samt að við mættum nú samt ekki gera hvað sem við þyrftum að fá það samþykkt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Þannig en það hefur samt losnað töluvert það frá fyrstu upphaflegu áætlunum sem við höfum gert. En það er alveg rétt, það er ansi mikið svona upplýsingamiðlun sem við þurfum að skila af okkur í tengslum við þetta. Einar, þú ert næstur. Já, bara örstutt, sko, Jón Björn var náttúrulega að reyna að lífga upp umræðuna en ekki að drepa neitt, þannig að það er besta mál, en sumt af þessu sem hann sagði er náttúrulega svolítið gamalt eins og Jóna var að koma inn á og hann byggir á gamalli reynslu. Við höfum til dæmis ekki seinni árin fengið að heyra þetta í þessu ágæta fólki sem úthlutunarnefndunum og öðru slíku, það hefur bara gengið mjög vel bæði að manna það og fá fólk til að sitja og við höfum jafnvel svona, skipt upp aðeins að menn hafi krafist þess. Þannig að það svona er breytt, en hins vegar er nefnilega vandinn sá sem er að hárrétt. Skriffinnskan er allt of mikil og fjármunirnir í þessu er allt of litlir. Aðferðafræðin sem slík er alveg í góðu lagi, það er að segja að koma ákvörðunartökunni frekar út á svæðin til þess að vinna málin. En eftirlitshlutverki eins og Jóna var að lýsa er þetta alveg galið og það er þar sem við þurfum að breyta og sækja á. Það er bæði það að fá aukið fjármagn, fleiri verkefni, var nefnt áðan dæmi sem að Signý, ef ég man rétt, var í hennar kafla. Það var með umhverfismálin. Það sem kemur inn af vettvangnum að taka þau inn af því að þau eru náttúrulega aðkallandi. En það verðist vera sko þrautin þyngri að ná út úr ráðuneytinu, breyttan hugsunarhátt, það er að segja að það sé sett út í svæðana. Nú er þetta stórt mál og mikil markmið sem að ráðuneyti hefur en mínum að þetta gjörsamlega ógerningu fyrir ráðuneyti sem slíkt að vinna þetta en út frá svæðunum væri miklu meiri möguleikar til þess. En því miður þá er tregðulögmál sko kerfisins slíkt að það verðist vera óskaplega erfitt að breyta, jafnvel í ráðuneytum þar sem að menn hafa nú sko, ef ekki að segja það, talið sig býsna róttaka til breytinga á ýmsum sviðum en verða síðan eitthvað allt annað þegar á reynist. Þannig að þetta er nú okkar stóra verkefni, það er auðvitað að breyta kerfinu og koma meiru út til okkar og reyna auðvitað að slípa eins og við getum og það er hárrétt þetta hefur. Ég man alveg eftir þegar ég fór að byrja svona að kynna með þetta, þá fannst man þetta alveg óskaplega flækja og annað þess áttar en það er náttúrulega held ég að menn eru ennþá þegar þetta sé eitthvað óbáslega flókið, þá er það nú bara einhver helvítis leti að kynna sér málið. Þetta er nú ekkert voðalega flókið sko þegar maður fer að skoða þetta, en gallarnir blasa hins vegar mjög víða við. Herðu, ég er hættið að duga. Nú er loksins bara að fýrast eitthvað upp í þessu. En við erum að verða búið með tíman. Við viljum gjarnan reyna bara að standa við þetta tímaáætlun sem við setjum fram. Við gerðum ráð fyrir klukkutíma fundi, en endilega ef það er eitthvað svona í lokin sem að einhverjir vilja koma að, þá er smá færi á því núna. Það er
ekki sem að gefa sér fram, við tókum kynninguna upp. Ég ætla að láta klippa hana til og við útbúum eitthvað sem að við getum jafnvel sent á. Nú þurfum við að vera svolítið reyna að nýta tæknina það sem við getum. Það kannski bara alveg nauðsynlegt að gera ráð fyrir því að bjóða upp á annan svona kynningafund. Þið eru þó allavega, við erum komin allavega með 13 á vagninn varðandi næsta fund. Þannig að við reynum að finna einhver skynsamlega í næsta skrefin. Ef þið eru með hugmyndir, þá megi endilega að koma með þær til okkar. Þetta fyrst og fremst samvinnuverkefni Austurlands að þetta gagnist og þetta verði til þess að við búum til svona aðeins breiðari fylkingu megin markmiði sem þarna sem að efla svæðið. Signý? Já, ég ætla bara að rétta í lokin að því að það var umræða sem ég mjög sammála og rétta þetta vald sem stýrihópur stjórnarráðsins hefur sem að kannski einhverjir hérna inni vita ekkert hvað en það eru embættismenn allra ráðuneyta þó svo að það séu ekki nema hlutar ráðuneytunum og færri sem koma með fjármagn inn í það. Það hefur samt breyst á þessum tíma inn í samningnum sem að þið kannski ekki búin að átta ykkur á að það ekki lengur krafa ákveðið fjármagn í uppbyggingarsjóð. Það frelsi til þess að deila því eða hvað það mikið. Það heldur ekki lengur krafa það að stýrihópurinn fari yfir úthlutunarreglur. Og það meira sér liggur núna inni tillögur breytingar á lögum, sameiningu byggðaáætlunar, samgönguáætlunar og fjarskiptaáætlunar og þær eru í samráði núna þangað til á laugardaginn eða þið viljið gera athugasemdir og þar eins og við erum búin að skoða allavega núna með kollegum mínum á landsvísu mjög misvísandi skilaboð hlutverk samráðshópsins. Hann ekki getið í lögunum en í greinagerðinni talað hann. Þannig að ef til vill eftirlitsvaldið að flytjast í einn starfsmann Byggðastofnunar og þá getum við alveg spurt okkur að því hvort það betra að vera. Ég varð að koma þess að því þeir eru pólitíkusar. Takk fyrir þetta. Björn Ingimar, skilstu vel? Já, ég ætla nú að byrja á því að biðjast forláts á því að hafa ekki verið með ykkur nema hluta af fundinum. En ég fagna því að kynningi skuli hafa verið tekinu því að maður hafi þá tök á að fara yfir þetta en ég held þess líka bara mjög gott að fá þá slóð til þess að geta þá komið henni líka á okkar kjörnu því að ég þykist vissum að það áhugi fyrir málinu þó að það hafi í áttunum vonað yrðu fleirir hér frá okkur en það bara mjög gott að þetta skulle vera tekið upp þannig að við náum þá að fara yfir þetta og ég tek líka undir það sem kom frá Jónanni, ég hugsa að sé alveg ástæða til þess að fylgja þessu frekar eftir jafnvel með öðrum hundi. Herðu, takk fyrir þetta. Þá held ég að ég sé bara komin að það að þakka ykkur öllum fyrir komuna og endilega þið fáið frá okkur glærnar og þið fáið líka frá okkur slóð þegar við erum búin að klippa og setja þetta í svona aðeins betri búning og svo sjáum við til hvernig við tökum þá bara næsta skrif og látum ykkur þá vita með það. En takk fyrir í dag. Takk. Takk.